Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar, tekur til máls. Virðulegur forseti. Davíð Oddsson ekki til? Misminnir mig að hér hafi setið forsætisráðherra sem heitir Davíð Oddsson. Eða forsætisráðherra farinn að gleyma fleiru heldur en kosningaloforðum sínum? Við að lesa svar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar aðild okkar að innrásinni í Írak engu líkara heldur en að Davíð Oddsson forsætisráðherra hafi aldrei hinn 19. mars með yfirlýsingu sinni 2003 gert okkur að hluta af hinum viljugu þjóðum. En því miður þá gerði Davíð Oddsson það. Og þó að það sé sannarlega ástæða til þess að biðja Íslendinga afsökunar á því, þá auðvitað fyrst og fremst ástæða til þess að biðja fórnarlömb þeirra aðgerða afsökunar á því. Og það algerlega óboðlegt, virðulegur forseti, að í formlegu svari til Alþingis þá láti forsætisráðherra eins og að þessi yfirlýsing hafi aldrei verið gefin. Jafn hörmuleg hún var og jafn rík ástæða og það væri auðvitað til að leyna yfirlýsingu Davíðs Oddssonar 19. mars 2003 og raun ber vitni. En það bara því miður ekki hægt, vegna þess að við vorum gerð ábyrg fyrir því sem að þarna fór fram illu hilli, herlaus og friðsöm þjóð sem alltaf höfðum verið það fram að því og vildum vera það. En því var spillt með yfirlýsingu forsætisráðherra 19. mars 2003 og það ótrúlegt að lesa það svar sem að hér var dreift í vikunni, þar sem að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kannast ekkert við það að forsætisráðherra Davíð Oddsson hafi gefið út yfirlýsingar í þessu efni, eða við höfum verið aðili að hinum viljugu þjóðum. En það vorum við því miður. Og ég held að það sé full ástæða fyrir Sigmund Davíð Gunnlaugsson til þess að íhuga það að afturkalla svar sitt og svara þinginu aftur þetta efni og sannarlega til að biðja afsökunar á þessum leiðum mistökum og hörmulegu.